Ég segi fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs 16. Þetta er fundur númer 307 sem haldinn er hér í fundarsal bæjarstjórnar að Lyngási 12 í dag 5. febrúar. Dagskráin sem liggur hér fyrir er í 9 liðum og við bara göngum til dagskrá. Það er fyrsti liður sem er bæjarráð Fljótsdalshéraðs. Ég ætla að beða skipta. Fyrsti liður, það er bæjarráðsfundur númer 497 og það er Anna Alexandersdóttir sem tekur til máls. Forseti og góði fundamenn, já það er 497. fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs sem haldinn var 20. janúar síðastliðinn. Þessi fundargerð var og er í 10 liðum en það er einungis einn liður tekinn út til bókunar en annar liður svona kannski til kynningar, kannski byrja á honum. Það er liður 1.5 sem er þjónusta sveitafélag 2019. Þetta var könnun og á þessum fundi bæjarráðs þá fór Björn Ingimarsson bæjarstjóri yfir nokkrar niðurstöðum árlegrar þjónustakönnunar Gallup og þessi könnun er gerð í 20 stærstu sveitafélögum landsins og niðurstöður könnunar hafa verið settar á heimasíðu sveitafélagsins og þannig að íbúar geta skoða þetta þar. En það er liður 1.6 sem heitir bæjarstjórnarbekkur frá því í desember 2019 og fundi bæjarráðs kynnti bæjarstjóri upplýsingar sem hann hefur aflað í tengslu við erindi sem bárust á bæjarstjórnarbekkin. Þetta varðar mælingu á farsímasambandi í dreifbýli og það liggur fyrir tilboð á mælingum í Jökulsárhlíð og Jökuldal. Einnig var farið yfir teikningar af tengibyggingu sem gert hefur verið ráð fyrir milli félagsheimilis og reiðhallar á Rauðavelli. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Í samræmi við niðurstöður bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að ráðist verði í mælingar á farsímasambandi í dreifbýli sveitafélagsins en málið er að öðru leyti áfram í vinnslu. Það er ekki fleira tekið út í þessar fundargerð og hún er lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum lið. Björn Björnsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara rétt aðeins að koma inn á lið 1.5 könnunina sem var gerð á þjónustu sveitafélagana. Ég held nú að þetta sé heldur ánægjulega niðurstöðu fyrir þetta sveitafélag en þó fáum við þarna ábendingar hluti sem eiga betur fara meðal annars hvað varðar sorphirðu og skipulagsmál og ég held ég þurfi ekkert að segja bæjarfulltrúum það að við höfum orðið vör við það á undanförnum vikum og mánuðum töluvert mikla óánægju með sorphirðu sérstaklega í dreifbýli og ég veit nú til þess að það hafa verið gerðar ákveðnar ástæður til þess að reyna að bæta þar úr en ég held að sé gott fyrir okkur og það er ákveðið aðhald að fá svona könnun sem að dregur fram svona hvernig bæjarbúar eru upplifa þjónustu sveitafélagsins og gott fyrir okkur að hafa þetta og geta brugðist við. Björn Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu á þessum lið 1.6. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu sem liggur fyrir gefið merki. Þá höfum við afgreitt þennan lið kannski til liður 1.10 þar var afgreiðsla bæjarráðs staðfest. En þá höfum við afgreitt þennan fyrsta lið. Þá er annar liður sem er bæjarráð Fljótsdalshéraðs á fundinum 498 sem var haldið 27. janúar síðastliðinn. Það er ekki tekið út í þessari fundargerð. Ég vil kannski vekja athygli á liður 2.6 Tesla hleðslustöður á Egilsstöðum. Þarna í okkar handriti þetta skráði vinnslu en
en ætti á að vera og afgreiðsla bæjar á staðfest því að málunum var vísað til umhverfis- og framkvæmdanefndar til afgreiðslu. En orðið laust samt efni þessara fundargerðar. Ef engin hvað sér ljós, þá skoðast þessi liður afgreiddur og við göngum þá til 3. liðar á dagskrá. Þriðji liður 499 fundur bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundamenn. Já, það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 499. fundur bæjarráðsins sem haldið var bara síðastliðinn mánudag. Fundargerðin í 10 liðum og það eru 4 liðir teknir út. Og það fyrst liður 3.2 sem byggingarnefnd leikskólans Hádegisjörða og Berglind Harpa Svavarsdóttir formaður undirbúningsnefndar fyrir leikskólabyggingu Fellabæ mætti á fund bæjarráðs undir þessu lið og fór yfir vinnu og hugmyndir sem ræddar hafa verið og upplýsti fundamenn stöðuna. Og tillagan sem lögði fram hljóðar svo: bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og beinir því til byggingarnefndar að leikskóli sá sem byggður verður hýsi 3 deildir og ekki sé ástæða til að gera ráð fyrir stækkun byggingarinnar. Það liður 3.3 sem húsnæðisáætlanir sveitarfélaga og þar eftirfarandi tillaga lögð fram: að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn og óska eftir því við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að uppfærsla húsnæðisáætlunar Fljótsdalshéraðs eigi sér stað að lokinni fyrirhugaða sameiningu og yrði þá gefin út sameiginlega fyrir nýtt sveitarfélag. Það svo liður 3.5 sem samstarf heilsueflingu. Á fundi bæjarráðs þann 20. janúar kynntu fulltrúar frá HSA þeir Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga og Guðjón Hauksson, forstjóri, hugmyndir samstarf sveitarfélagsins og HSA heilsueflingu. Þær hugmyndir byggjast á verkefni sem nefnist Positive Health og áhuga HSA á því að vinna að því í samstarfi lýðheilsustofnunina IPH í Hollandi og við þau sveitarfélög á Austurlandi sem hafa gefið svo út sem heilsueflandi sveitarfélög. Bæjarráð samþykkti af því tilefni að stefna slíku samstarfi. Á fundi bæjarráðs þann 3. febrúar lágu síðan fyrir drög að samstarfssamningi verkefni milli framangreindra aðila. Bæjarráð óskaði eftir því að gerðar yrðu tilteknar breytingar á þeim drögum en veitti bæjarstjóri heimild til að undirrita samninginn að þeim breytingum gerðum. Og eftirfarandi tillaga lögð fram: bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og samþykkir að taka þátt í verkefninu miðað við að kostnaður Fljótsdalshéraðs vegna þess árið 2020 verði miðað við núverandi gengi gjaldmiðla að hámarki á bilinu 400 til 600.000 krónur og að kostnaður sameinað sveitarfélags við verkefni í framhaldi miðað við sömu forsendur verða hámarki á bilinu 800 til 900.000 krónur árlega. Og það liður 3.6 sem norrænt samstarfsverkefni betri bæi 2018 og á fundi bæjarráðs og farið yfir reynslu á mætingu íbúa í samfélagsmiðluna síðustu mánuði og tillögur að viðverutíma út frá henni. Og eftirfarandi tillaga lögð fram: að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn á tímabili febrúar til og með apríl verði föst viðvera bæjarfulltrúa og starfsmanna í samfélagsmiðlunni á 50 dögum frá klukkan 14 til 18. Einnig verði leitast við að tryggja viðveru í tengslu við aðra viðburði í húsinu þegar það kann að henta. Það ekki fleira hér tekið út og fundargerðin hér til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum lið. Það hefur engin hvatt sér hljós. Þá
loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu þessara liða. Og það þá fyrst liður 3.2, byggingarnefnd leikskólans Hádegishöfða, þeir sem eru samþykkir tillögum sem liggur fyrir gefið merki. Það samhljóða. Og það liður 3.3, húsnæðisáætlanir sveitarfélaga, þeir sem eru samþykkir tillögum sem liggur fyrir gefið merki. Það samhljóða. Og það liður 3.5, samstarf heilsueflingu, þeir sem eru samþykkir tillögum sem liggur fyrir gefið merki. Samhljóða. Og það liður 3.6, norrænt samstarfsverkefni betri bæi 2018, þeir sem eru samþykkir tillögunni gefið merki. Það er samhljóða. Það eru 2 liðir þarna inni þar sem afgreiðsla bæra staðfest. Það er annars vegar liður 3.4, bæjarstjórnarbekkurinn 2019 og hins vegar liður 3.7, minnisafn Austurlands viðbótarframlag. Þá höfum við afgreitt þennan 3. lið á dagskrá og göngum til þess 4. og það er umhverfis- og framkvæmdanefnd og það er Guðfinna Harpa Árnadóttir, varabæjarfulltrúi sem kynnir fundargerðina og drauga. Forseti, gott fundafólk. Ég ætla að kynna 125. fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar. Fundargerðin er í 13 liðum og þar verður 3 liðir teknir út. Það eru liður 4.2 fyrst. Það er breyting á aðalskipulagi fyrir hluta Grundar og Efra-Jökuldal. Á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar var farið yfir svör við athugasemdum sem bárust á auglýsingatíma og samþykkti nefndin svör við þeim. Fyrir fundi bæjarstjórnar liggur einnig umsögn ráðuneyta vegna fyrirhugaðra breytingar á landnotkun landbúnaðarlands. Hér er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu á ný til umhverfis- og framkvæmdanefndar og fela nefndinni að gera minniháttar breytingu á skilmálum hins nýja skipulags þannig að tryggt sé að nýting landsins í þágu landbúnaðar svo sem verið hefur sé áfram heimil þrátt fyrir nýja skilgreiningu landnýtingar í aðalskipulagi. Þá er það liður 4.4 sem er breyting á deiliskipulagi flugvallar. Á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar var kynnt svar skipulagsstofnunar vegna breytingar á deiliskipulagi Egilsstaðaflugvallar og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að deiliskipulagið fái málsmeðferð í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Í auglýsingu komi fram að þær athugasemdir sem bárust við fyrri auglýsingu fái umfjöllun að nýju og verði svarað eins og nýjar athugasemdir sé að ræða. Að síðustu er það þá liður 4.6 sem er tekin hér út. Það er deiliskipulagsbreyting við Fellaskóla. Vegna áforma byggingu nýs leikskóla á lóð við Fellaskóla þarf að breyta deiliskipulagi. Eftirfarandi tillaga er þarna lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að heimila breytingu á deiliskipulagi við Fellaskóla. Tillaga að nýju deiliskipulagi verði unnin samhliða hönnun nýs leikskóla og af sömu aðilum. Bæjarstjórn felur byggingarnefnd nýs leikskóla að hafa yfirumsjón með gerð tillögunnar og að leggja hana fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd þegar hún liggur fyrir. Þessi liðir og þá fundargerðin að öðru leyti er lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Guðfinna Harpa Árnadóttir, varabæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og orðið er laust efni þessara fundargerðar. Ef ekki hvað sé hljós. Þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu þessara liða. Það er þá fyrst liðið 4.2, breyting á aðalskipulagi fyrir hluta Grundar á Efra-Jökuldal. Þeir sem eru samþykkir tillögum sem liggur fyrir, gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Það er liðið 4.4, breyting á deiliskipulagi flugvallar. Þeir sem eru samþykkir tillögum, gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Og það er liðið 4.6, deiliskipulag Fellaskóla breyting. Þeir sem eru samþykkir tillögum, gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Aðrir liðir hér í þessari fundargerð eru allir í vinnslu og við höfum lokið afgreiðslu þessar 4. liðar. Næst er það 5. liður á dagskrá og það er fræðslunefnd Fljótsdalshéraðs og það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerðina og drög bókunum.
Forseti, góðu fundamenn. Ég ætla að fara hérna yfir fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs númer 284. Fundargerðin er í 5 liðum og það er einn tekin út. Það er liður 5.3. Breyttir kennsluhættir í grunnskólum Fljótsdalshéraðs. Rut Magnúsdóttir, skólastjóri Egilsstaðaskóla, mætti á fund nefndarinnar og minnti á fyrri bókun fræðslunefndar varðandi uppbyggingu og upplýsingatækni í grunnskólum frá 22. október sem síðastliðinn. Fræðslunefnd ítrekar fyrri niðurstöðu nefndarinnar og leggur áherslu á að uppbygging tækni í skólum sameinaðs sveitarfélags verði sett í algjöran forgang við skiptingu fjármagns frá jöfnunarsjóði til innviða sem og fjölgun starfsfólk við upplýsingatækni á miðlægu sviði til að sinna þjónustu við skólastofnanir. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að beina því til undirbúningsstjórnar sameiningu sveitarfélaga að taka framangreindar áherslur til skoðunar við skipulag þróunarverkefna samhliða sameiningu sveitarfélagana. Fleiri liðir voru ekki teknir út og fundargerðin hér með lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Berghildur Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið við að kynna þessi fundargerð. Orðið er laust. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo. Forseti og getur bæjarfulltrúar ræðir fundamenn. Mér langaði aðeins til að koma hér upp undir lið 5.3. Og það er kannski sérstaklega gert til þess að brýna þá fulltrúa Fljótsdalshéraðs sem sitja í þessari sameiningarnefnd til að taka þetta nú mjög svo alvarlega. Ég held og er sannfærð það að við getum ekki gert neitt betra fyrir samfélagið okkar heldur en að fjárfesta í menntun barnan okkar og það er ekkert launungarmál að ég hef svolítið áhyggjur af því að þetta verkefni verði sett til hliðar eins og hefur verið gert undanfarin ár, svona stærstu leyti þó að menn hafi eitthvað reynt að klóra í bakkann þegar að kemur að því að skipta þessu fjármagni sem er ætlað til innviða uppbyggingar í nýju sveitarfélagi. Ég held að það veri mistök að veita ekki myndarlegu fjárframlagi í þessa uppbyggingu því að börnin okkar þurfa að standa jafnfætis öðrum börnum þegar kemur að aðstöðu í námi og ég ætla bara að treysta því að skólastarfsfólk sem hér hefur verið að upplýsa okkur það hvers vegna þetta er svona mikilvægt sé að fara með rétt mál. Við erum búin að hlusta á þau ár eftir ár, það var alltaf verið tekið vel í þetta, alltaf verið sýndur skilningur en aldrei einhvern veginn verið hægt að mæta þessari ósk. Núna sáum menn tækifæri í þessari sameiningu að þetta er gert á sameiginlega fyrir hið nýja sveitarfélag og að það eru nýttir þessir peningar sem eru þarna ætlaðir í innviða uppbyggingu og ég bara vona að menn taki örlítið frá gangstéttum sem eru sannarlega brýn málefni og öðrum brýnum málefnum og setji þetta því að ég endurtek það, ég held að við getum ekki fjárfest betur heldur en í menntun barnan okkar. Þannig að ég vil brýna fulltrúa Fljótsdalshéraðs sem sitja í þessari sameiningarnefnd að halda þessu mjög á lofti í samræmi við þessa samþykkt sem við erum vonandi hér það til að fara að gera. Takk fyrir. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Einhverju fleiri óskar til að taka til máls. Forseti og góðu fundamenn, það er liður 5.3. Þetta mál, það er rétt hjá Björgu Björnsdóttur bæjarfulltrúi, þetta mál er búið að vera á dagskrá í, held í einhver ár. Ég held að sé búið frá því þetta byrjaði hérna örugglega 2017 eða, það er allavega, það er einhverju ár en
og hefur svo sem alveg hefur verið tekið jákvætt í þetta svona að mestu leyti í þessi ár, en þetta eru gríðarlegir fjármunir og þar sem einhvern veginn hefur ekki myndað svigrúm, sko, það hefur verið mætt ýmiss konar öðrum stuðningi sem skólarnir hafa farið fram á og fjármunir hafa aukist í fræðslumál í öll þessi ár, talsvert, en einhvern veginn hefur ekki skapað svigrúm aukalega fyrir þetta og ekki hefur tekist að hagræða fyrir því að það sé hægt að fara í þetta verkefni, ef hefur ekki verið hægt fram á þessu. Þetta er bara upplagt að vísa þessu inn til undirbúningsstjórnar og inn til nýja sveitarstjórnar, væntanlega verða nú ný sveitarstjórn sem tekur þessa ákvörðun. Ég held að séu líka alveg ýmsar áskoranir í fræðslumálum í nýju sveitarfélagi og ýmislegt sem kemur til með að það er verið að banka á dyrnar með ýmislegt, þannig að það er bara verður verkefni, skemmtilegt verkefni fyrir nýja fræðslunefnd og nýja sveitarstjórn að forgangsraða því og en klárlega er þetta þarft verkefni. Alveg skipta skoðanir margt hvernig þetta hefur verið lagt upp, en og held ég að þetta hafi þróast í einhver ár því að tíma var verið að ræða börnin ættu þetta bara að færa með þetta heim og þess átt sko, þannig ég held að það hafi nú alveg þróast helling og úr iPodum yfir í aðra tækni sem kannski er hagkvæmari og þannig að það er bara, ég styð þetta að þessi verði vísað inn í og það verði þá hægt að nýta þessa þróunarfjármuni sem er að sem er að koma inn í frá jöfnunarsjóði inn í þetta nýja sameinaða sveitarfélag. Ekki fleira, takk. Anna Alexandersdóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og var við ennþá laust. Sigrún Blöndal, varabæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundafólk. Ég get nú ekki staðist það að fá aðeins að taka til máls hér undir lið 5.3 af því að og því ég er nú hér stödd og þetta mál er til umræðu. Ég bara það sem ég vinn nú með ungmennum alla daga eða flesta daga þá langar mig til þess að sko ítreka það að ég held aðeins að við ofmetum það hvað börnin okkar og unglingarnir séu fær á tæki. Við teljum eiginlega sko að þau eru alltaf með eitthvað í höndunum og þau eru svo ofsalega flink á þessi tæki og þetta er ekkert mál og það svona, þetta kemur alltaf sjálfur sér og þau tileinka sér þetta bara þá ef þau hafa ekki bara náði strax. En því miður er það nú minn raunveruleiki og okkar sem starfa með börnum í grunnskóla að þau kunna afskaplega takmarkað og þegar við erum að hugsa hvernig þarf að undirbúa börn fyrir í rauninni þessi nýju störf sem er verið að tala að verði til á næstu árum og bráðum verður bara ekki til sum störf sko, sem að hafa áður þótt sjálfsögð og það er bara vélvæðing tekin við eða svona ýmislegt. Þá bara verðum við að hugsa svo vandlega það að undirbúa börnin okkar til þess að geta tekist á við svona tæknilegar áskoranir. Og ég bara svona sem dæmi, þá bara svona hlutin eins og muna lykilorð, kunna fara inn á mismunandi vinnslusvæði og ýmislegt, þetta reynist þeim alveg gríðarlega erfitt. Og þá þarf að hamra þessu viku eftir viku eftir viku eftir viku til þess að náu því. Svoleiðis að þessi svo kallaða einlega tæknifærni barnanna, hún í rauninni, hún er á svo afmörkuðum svið og þess vegna svo þau bjarga sér ekkert í vinnu skiljiði í flokknum einhverjum svona forritum og svona þó þau séu að tengja einhverja hátalara og bluetooth og hvað veit ég og senda Snapchat. Það er bara ekki nóg og þess vegna er svo mikilvægt að þau hafi alveg ótrúlega miklum kennsluhætti þó ekki væri gert meira en keyptar 60 heilulausar fartölvur og það þetta sem sagt
svo kallega heilalausa. Það þýðir nú samt að það geta allir unnið á svæðum og skýjum, og það þýðir það líka að börnin geta unnið þetta heima hjá sér ef þau vilja, ef þau þurfa. Það er svo sem ekki miklu mæli. En þá til dæmis kom náttúrulega í ljós að það var ekki hægt að kenna forritun á þessar heilalausu, og það var ekki hægt að kenna almennilega á Excel, sem er Excel forritið sem er bara notað í alveg gríðarlega mörgu samhengi, og þetta er bara að verða svona grundvallar kunnátta að geta bjarga sér Excel. Það var ekki hægt í rauninni að nýta það á heilalausu tölvuna. En þess vegna heyrðust fagnaðaróp daginn þegar komu held ég einhverja 10 tölvur sem eru beinlínis hugsaðar í þetta. Svo þess að það er að svo mörg að hyggja sko, og ég er nú alveg samfærð með að þetta var til góðs í sjálfu sér að hugsa þetta betur, að bara fara ekki í iPadana. Þannig að þeir eru bara svo takmarkaðir. Og svo megum við ekki gleyma því að öppin og öll þessi kennslu, það þarf að kaupa þau. Og það er kannski verið að laumast til að kaupa einn aðgang, og það er einn kennari sem getur kannski eftir aðgang á einhverju forritið appi, skiljiði. Svo þess að það er svo margt samhangandi, og svo náttúrulega bara þarf umsýslu. Ég fór í gegnum 20 iPada hérna í vikunni vegna þess að börnin voru að taka próf inn í ákveðnu forriti. Það var helmingurinn sem mundi ekki eftir að logga sig út. Og þetta er bara þjálfun og þjálfun og þjálfun sem þarf til þess að þau læri að umgangast þetta, sem verður þeirra megin vinnutæki kannski síðar. Svo að ég bara vil ítreka mikilvægi þess að huga vel að því að setja fjármagn í þetta. Ég veit alveg hvernig það hefur verið í gegnum árin. Ég ger mér fulla grein fyrir því, og það hefur verið kallað eftir því á öðrum sviðum, en þetta er bara orðið svo brýnt. Takk. Sigrún Blöndal, varafulltrúi, hefur óskað eftir að taka til máls. Björn Björnsdóttir var búin að biðja máli. Björn Ingimann Sverrisson næstur eftir, ekki? Björn Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, það er aftur mál 5.3. Mér langaði aðeins að taka upp einmitt þennan punkt með forritunina. Því að hún hérna á minnihlutafundi hér í gær sat einmitt hún Hrefna Hlín Sigurðardóttir sem er hérna varabæjarfulltrúi Miðflokksins, og hún er kennari, og hún var einmitt að segja okkur frá þessu með forritunina, að hún væri að berjast við að kenna þeim eins og hún gæti á vefsvæðum forritun, og það væri bara svo takmarkað. En forritun er nefnilega að verða svo óskaplega mikilvæg, miklu mikilvægari heldur en við hérna steingervingarnir gerum okkur grein fyrir, með kannski undantekningu Guðfinna því hún svo háttvirtur bæjarfulltrúa. En ég horfði á fyrirlestur daginn sem að Greta María Gretasdóttir, minnir mig að hún heiti, hún er framkvæmdastjóri Krónunnar, hélt á vegum Háskólans í Reykjavík, sem heitir Listin að mistakast. Og ég mæli með því að þið getið fundið hennar fyrirlestur og horfa á hann var virkilega áhugaverður. En eitt af því sem hún talaði einmitt var að hvað í gegnum sín ólíku störf hún hefði búið að því að hafa lært forritun. Og ég hugsaði bara framkvæmdastjóri Krónunnar, af hverju þarf hún að kunna forritun? Jú, það er nefnilega akkurat þetta sem Sigrún var að koma inn á. Bara þegar þú vinnur í kjörbúð getur í framtíðinu þurft að hafa eitthvað svona lágmarksskilning á forritun, af því það er bara komnir, sko, í framtíðinu er mann að sjá fyrir sér að þú getur sko tekið vöruna þína og borið hann upp að einhverju tölvu og séð sko næringarinnihaldið í henni. Og það þarf að kunna að laga hann og stilla og kröfurnar þekking á þessu sviði er að verða svo mikla. Og við gerum okkur ekki almennilega grein fyrir því, held ég, við þetta heldra fólk, þá ég skal orða betur. En ég veit það líka alveg, og ég tek algjörlega undir öll orð forseta að bæjarstjórnarna, þetta hefur auðvitað það hefur verið erfitt vik fjárhagslega, og ég held nú að núverandi fræðslunefnd, við vorum langt í frá eitthvað sérlega gagnrýnislaus þegar við fengum þetta inn á okkar fyrsta fund. Við höfðum ýmislegt við þetta athuga, meðal annars það að þarna væri bara gert ráð fyrir eintómum iPodum sem væri bara á ensku, og börnin ætti að eiga þetta. Sérstaklega þegar maður heyrði svo viðhorf frá foreldrum sem sögðu, ég vil ekkert að barnið mitt komi með þetta einn.
og þarna ætlum við samt að fara að tróða upp á það iPad og hann átti að fara með hann heim. Þannig að, en skólarnir brugðust við þessari umræðu og þeir komu með nýtt plan, blandaða leið og iPad-arnir er þá meira hugsaðir, þeir eru svona meira visual, einfaldari, meira hugsaðir fyrir yngri börnin en aftur á móti hintækin meira fyrir þau eldri sem þurfa að kunna á Excel og Word og Ski og allt þetta, hvað þetta heitir. Og þeim, ég ætla bara að hrósa skólastjórnendum fyrir það að hafa brugðist við þessari umræðu og komið með nýtt plan, nýja stefnu og það sem meira er þeir sett þetta niður á 5 ára plan þannig að það væri hægt að dreifa kostnaðinn. Svo ég held að skólarnir séu nú búin að reyna allt hvað þeir geta til að mæta og koma til móts við vanda okkar sem er fjárhagslegs eðlis og núna finnst mér vera lag fyrst að við erum í þessum fasa og ég held að það hafi nú líka verið á bakvið ákveðin bæjarráðs á sínu tíma að vísa þessu þar inn. Björn Björnsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu, Björn Ingimarsson bæjarstjóri Reykjavíkur. Forseti, góðir fundarmenn. Það er liður 5.3, breyttir kennsluhættir og af því ég á sæti fyrir okkar hönd í undirbúningsstjórninni þá vil bara koma því á framfæri við munum að sjálfsögðu fylgja þessum á lestir en undirbúningsstjórnin hún í sjálfsögðu vinnur þetta ekki það hafa verið skipaði starfshópar og það sem við munum gera er að setja þetta inn í þennan starfshóp sem hefur með fræðslumálun að gera og ég held að sé mikilvægt að menn svona greini þetta því að þetta, ef við horfum á þróunarstyrkin sem Jöfnunarsjóður leggur til, þá er það eingreiðsla og hún hugsuð, ég held að við erum að horfa á svona... Björn Ingimarsson bæjarstjóri lokið máli sínu, Þorgerður Thelma Svavarsdóttir bæjarfulltrúi Reykjavíkur. Forseti, góðir fundarmenn. Mér langar að koma undir sama lið og bara ég er saman á því sem hefur farið inn og fram. En mér langar líka að koma að framfæri þó að þetta hafi ílengst í tíma, þá hefur bara tíminn unnið með okkur. Þeir skólar sem að hlupu til og skelltu sér á iPad, þeir eru ekki með Chromebooks eins og þeir komið búið að þróast verkefni hjá okkur. Og í Chromebooks tölvunum, þær eru bæði ódýrar en iPadarnir og það er að vinna bara svona ritvinnslu verkefni. Þau vinna ekki eftir Ski og þetta er það sem kemur til með að vera þeirra vinnuumhverfi þegar þau fara líka í framhaldsskóla. Þannig að, og það er ekki nú með það að þær úreldast ekki svona fljótt eins og iPadarnir, þannig að iPadarnir verða að vera með, en það væri náttúrulega bara agalegt að við hefðum hlaupið til og keypt bara iPad á alla og fyrir alla okkur fjármunni og værum nú svolítið svett yfir þessu. Og eins með Chromebooks tölvurnar að þær eru í rauninni búnar að sanna sig vel þar sem hafi verið keyptar. Þannig að það er ekki eins og hafi ekki verið keyptar neina tölvur, það er bara fyrir alveg tölvert fjármagn þó að sé bara í rauninni hluti af því sem það farið fram á. Það hafa verið keyptir vagnar með fullt af tölvum Chromebooks og þá hefur verið hægt að leysa stofuvanda, leysa út tölvustofur og kenna í þeim stofum. Þannig að það er mjög jákvætt. En allavega tíminn er búin að vinna með okkur og þetta er náttúrulega bara heimur krakkana, það er tölvuheimurinn og það er náttúrulega ekki bara síminn eins og þeir í alla daga, þannig að við viljum auðvitað undirbúa þau undir lífi en þetta þarf að skoða vel og þetta kostar mikið en við erum allavega, held ég tala nú fyrir hönd fræðslunefndar, bara ánægð með hvernig þetta lítur út, sem sagt útgáfan að þessu, sem sagt í rauninni hvernig það skiptist, aðalega Chromebook tölvur, hægt að uppfæra þær, en með iPadana þeir bara úreldast og það er alveg rosalega mikið fjármagn sem er í rauninni gert ráð fyrir, bara milljónir á ári bara í að endurnýja iPada. Þannig að það þarf að skoða það svolítið vel með iPadana og ég veit að þeir eru mikilvægir. En maður er allavega ánægður með Chromebook tölvunar, það er hægt að uppræta þær og vinna lengur með þær og nýtast krökkunum vel. Þannig að ég er bara ánægð með þetta og vonast til að verði fjármagn, en auðvitað er það þannig að sumir skólar hafa sett reglulega fjármagn í að endurnýja tölvurnar, aðrir skólar hafa ekki gert það, þannig að það er svona verið að reyna að jafna munin og við náttúrulega erum að verða í stóru sameinuðu sveitarfélagi og munum þurfa að skoða þetta alveg líka heilt yfir og reyna að efla þessi mál eins og hægt er og vonast til að sjá fjármagn í það.
Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Sigrún Blöndal, varabæjarfulltrúi, Þjórsárver. Forseti, gott fundafólk, bara aðeins til að bregðast við því sem formaður fræðslunefndar segir hér að vissulega rétt hafa verið keyptar Chromebooks-tölvur og vagnar. Bara svona til að halda þetta til haga að það var byrjað að kaupa 40 tölvur í 2 vögnum. Bara í árgangnum sem ég kenni eru 44 börn. Svo það var í byrjun ekki tækt að hafa eina tölvu á mann. Þá var bætt við 20 viðbót og þá getur allan einn árgangur verið með að öll í einu. En sko þetta er náttúrulega einlega dalti baráttan brauðið og það er einlega spurning hver nær að stökkva á að bóka vagnarna fyrst og eins með iPadana. Ég held að sé til 37 iPadar fyrir allt unglingastigið eða ekki allt ungling og miðstigið og það eru svona það bil 200 börn þar. Svo þetta eru náttúrulega ekkert rosalega mörg tæki á þessa mörgu nemendur. Ég ger mér alveg grein fyrir þetta stærsti skólinn og það eru auðvitað kostar mest að En þetta hefur enga síður verið til mikilla bóta og ég held til dæmis að í 10. bekk sé bara mjög mikið orðið bara unnið meira og minna í tölvum. Þannig að þau eru að nýta sér þetta gríðarlega vel og við reynum að gera það hinn eftir því sem okkur, eins og ég segi, tekst að stökkva á vagnana. En bara þetta þarf að halda þessu við. Takk. Sigrún Blöndal, bæjarfulltrúi, varabæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi, Þjórsárver. Forseti, góði fundamenn, mér langar bara aðeins að bregðast við þessu, en það hefur verið lagt fé í að kaupa, en alls ekki það sem hefur verið beðið Ég er alveg sammála því. Þannig að þróunin er búin að vera rétt á átt og við erum einmitt að tala hér að það hefur ekki verið hægt að mæta þessu. En eins og segir að kemur vagn og fyrir ákveðin fjölda í bekk, ef það vantar 4 Chromebooks upp á, þá finnst mér náttúrulega bara að það er eitthvað eða vera að tala einhverja 4 stykki til að heill bekkur geti notað þetta í einu, það er náttúrulega bara að gera að koma fyrir fræðslunni þegar þetta hefur til dæmis ekki komið fram á okkar fundi að það til dæmis passi ekki fyrir bekk. Þannig að það náttúrulega gengur ekki að það séu 40 og eitthvað krakkar og það eru 4 sem fá ekki tölvu, þannig að auðvitað finnst mér að það væri hægt að bregðast við því og kaupa 3 viðbót eða 4 hvað vantar upp á, mér finnst ekki spurning að koma með svoleiðis beiðni. En í heildina erum við að tala þennan heila stóra pakka sem við þurfum að vinna að, en já, eins og ég segi, auðvitað er ekki nóg, en árlega hefur verið keypt inn hellingur. Og eða hleypur á 3-4 upp á að bekkur fái, þá finnst mér ekki spurning að koma með það inn á fræðslunefnd og skoða það mál og athuga hvað þetta er að gera. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Karl Lárusson, varabæjarfulltrúi, Þjórsárver. Forseti og ágæti fundamenn, ég ætla að tjá mig líka þennan títtnefnda 4-3 eða ekki? 5-3, já. Og koma aðeins inn á það sem hafa gagnlegt að hlusta á ykkur og ég velti svona aðeins fyrir mér það sem að bæjarfulltrúi Björg og varabæjarfulltrúi Sigrún nefndi hérna áðan samband við hæfileika barna og notkun á því líkt. Það var svolítið hugsað til orða sem að held ég að ég hafi rétt eftir Steve Jobs, að hann hafi sagt að það var ekkert að þeim umbúnaði sem var í kringum kennslugögn og vélbúnaði í tengslu við kennslu. Það vantaði stórlega upp á það, með þess að kosti Bandaríkjunum líklega hérna líka, að forritin og það sem að börnin eru að nota, þau eru bara ekki nógu áhugaverð. Börn geta tilengja sér flóknustu útfærslur í tölvuleikjum, farið í gegnum flókin borð og list flókin viðfangsefni, það er bara þegar vekur áhuga. En ef að forritin vekir ekki áhuga annað, þá eru þau ekkert að sinna þessu bara frekar en úreltri kennslubók. Þannig að ég tel það mikilvægt. Svo veit ég hvort ég er að miskilja þegar það talaði að læra forritun. Ég get greina minna því að vera flinkur í að nota stýrikerfin og skilja þangamöngin á bak við stýrikerfin
og geta þannig tilengja sér tæknina en ekki að vera forritari sem slíkur sem mjög sérhæft og afmarkað tæknir eða yngrein sem ég sé kannski ekki að allir þurfa að tilengja sér, heldur einungis að hafa tæknina til að nýta sér það sem í boði í þeim forritum sem búið að forrita. Það svolítið hér svona mun þar á. Allavega veit ég það til þess bara með stýrikerfi eins og í andráttarstýrikerfi í símum, að þegar ég þarf að gera einhvern einfalda hluti sem ég kannski finn ekki fljótu, þá rétti ég bara síman annarkvæmt tengdarsonarins eða sonarins og það leyst á nokkru sekúndum. Þannig að það kannski frekar þetta sem börnin eiga að tilengja sér, að geta nota þá tækni sem búið að gera í tækjunum sem með í handunum. Og svo ég aðeins að nefna með fjármuni sem eilíðu baráttum fjármuni í fræðslunefnd. Ég sett í fræðslunefnd 2010-2014 og þetta var eiginlega alltaf frekar verið að slökkva elda heldur en hefðu svigrúm til þess að teygja sér fram á við og líklega það þannig ennþá í dag. En ef það eitthvað sem að bæjarfulltrúi Björg eða varabæjarfulltrúi Sigrún vill koma á sig yfir að nefna, ég veit að það eru báðir búin að tala tvisvar, þá með alveg líta það sem svar við því sem ég sagði ég vilja tjásum það sem ég lagði fram. Karl Arvidsson, varabæjarfulltrúi og lokið máli sinu og Björg Björnsdóttir, gjör svo vel að svara fyrirspurn. Forseti bæjarfulltrúi, mig langar að fá að bregðast til við orðum Karls. Eins og ég hef skilið þetta, þá þetta með forritunar, þá þetta svolítið svona að kunna svona grunnlestur á forritunarmálum. Ég segi fyrir mig sem að hef unnið við það í gegnum tíðina að til dæmis að halda út í heimasíðu, að þar það ótvíræður kostur að þekkja aðeins til forritunar þegar að koma til dæmis upp vandræði á síðunni, því þá þarf þetta að lesa í kóðan á bakvið. Og þá nú gott að kunna svona einhver grunnstef í því allavega. Það held ég að sé nú, en auðvitað erum við ekki að tala það að það fara alla börnin upp í það að kenna öllum börnum það í grunnskóla að vera forritara. Ég held að það sé háskólana. Hitt sem ég langaði að bregðast einnig við, það þetta með að efnið sé áhugavert og ég tek svo innilega undir það og ég vann nú lengi með Sigrúnu, háttvirtum varabæjarfulltrúa Sigrúnu Blöndal, og hún var til dæmis ofta að reka framan í mig og eiginlega alla sem við hittum íslensku bók sem henni fannst svo frámunulega leiðileg og taldi verða til þess að börnin hefði bara ekki gaman á því að vera í íslensku. Og ég held að þetta eigi alveg við tölvu umhverfi. Það verður auðvitað að vera einhvern veginn þannig að það tali til barnana og ég held líka ef við tökum þetta skrefi lengra að þá þurfum við auðvitað líka að tryggja það að kennararnir sem eiga að kenna á þessi tæki að þeir hafi þekkinguna sem þarf til að miðla þessu á sem skemmtilegastan og bestan máta áfram og þá erum við í raun og veru aftur komin að því sem að bæjarstjóri kom inn á í sínu máli að auðvitað þetta til langs tíma bara að framtíða fjárfesting því við þurfum að hafa það þarf annan tölvumann, hattur tölvumaður fljósta sér að hann mun ekki halda utan allar þessar tölvur. Við þurfum jafnvel kennsluráðgjafa í notkun á þessu. Þannig að það alveg ljóst að þetta framtíða fjárfesting en ég held að hún sé svo góð. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef svo ekki, þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu og það þessi bara margræddi liður 5.3 sem ykkur hér fyrir og þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu sem ykkur fyrir gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá höfum við afgreitt þennan 5. lið og við göngum til 7. liðar sem 97. fundur atvinnu- og menningarnefndar og það Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem kynnir fundagerðina. Frá forseti og gott fundafólk. Ég ætla að kynna hér fundagerð atvinnu- og menningarnefndar, það frá fundi nr. 97.
Fundargerðin er í 7 liðum og 4 teknir út. Þar af fyrst liður 6.1. Samningur menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs með sviðslista uppbyggingu sem áherslu. Fyrir liggja drög að samningi milli Samband sveitarfélaga á Austurlandi, menningarmiðstöðvar Fljótsdalshéraðs og Fljótsdalshéraðs menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs með sviðslista uppbyggingu sem áherslu. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi samning. Síðan það liður 6.2. Fundargerð stjórnar Minjasafns Austurlands frá 27. nóvember 2019. Fyrir liggur fundargerð stjórnar Minjasafns Austurlands frá 27. nóvember 2019. Við umfjöllun hana kom fram að atvinnu- og menningarnefnd telur brýnt að fundinu verði framtíðarlausn á varðveisluhúsnæði fyrir muni safnsins. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarstjóra að láta vinna í samráði við fulltrúa Minjasafns Austurlands úttekt á mögulegum framtíðarlausnum hvað varðar varðveislu safngripa. Og síðan það liður 6.4. Aðstaða fyrir leikfélag Fljótsdalshéraðs. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar felur bæjarstjórn starfsmanni að gera drög að samningi við leikfélag Fljótsdalshéraðs styrk vegna félags- og geymslu aðstöðu sem gildi út árið 2021. Og lokum það liður 6.5. Hringleiðin Egilsstaðir, Jökuldalur, Kárahnjúkar, Fljótsdalur, Egilsstaðir. Fyrir nefndinni lá tölvupóstur dagsettur 3. janúar 2020 frá Steingrími Karlssyni þar sem reifaðar eru hugmyndir greiðfæra hringleið frá Egilsstöðum Jökuldal að Kárahnjúkum og þaðan niður í Fljótsdal til Egilsstaða. En með þessari leið mætti tengja saman nokkra af helstu náttúruperlum svæðisins og gera mjög áhugaverða ferðaleið. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn er sammála atvinnu- og menningarnefnd, tekur undir þessar hugmyndir og leggur til við bæjarráð að málið verði tekið upp við hagsmunaaðila, vegagerðina og þingmenn. Öðru leyti bara fundargerðin lögð fram til umræðu og staðfestingar. Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Orðið er laust um efni þessara fundargerðar. Kristjana Sigurðardóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að koma það upp undir lið 6.5. Það er semst hringleiðin Egilsstaðir, Jökuldalur, Kárahnjúkar, Fljótsdalur og Egilsstaðir. Ég bara ætla hæla, eða bara hrósa þessari tillögu frá honum Steingrími. Og því að við vitum öll náttúrulega það var gífurleg umferð á Stuðlagili síðasta sumar og bara þannig að fólk geti farið þá hringleiðina og bara skoða það sem er að gerast þarna. Og nú man ég ekki alveg rétt, en jú, mig minnir að það hefur verið ályktunum frá SSA-þinginu það sem við lögum mikla áherslu á að vegagerðin myndi fara og taka veginn þarna í gegn. Því að þetta er náttúrulega ekki malbikað, þannig að það þarf svolítið að huga þessum vegi þarna og eins og Steingrímur bendir á að þá þarf bara, það þarf ekkert stórkostlegt, það þarf ekkert að malbika eða gera brjálæðislegt þarna til þess að byrja með. En ég hef fulla trú að þetta verður svolítið svona mikið notað af ferðafólki, bæði íslenskum og erlendum. Takk. Kristjana Sigurðardóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu þessara liða. Það er fyrst liður 6.1 sem er samningur menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs með sviðslista uppbyggingu sem áherslu. Þeir sem eru samþykkir tillögum sem liggja fyrir gefa merki. Það er samhljóða. Það er liður 6.2 fundargerð stjórnar Minjasafns Austurlands frá 27. nóvember 2019. Þeir sem eru samþykkir tillögunni sem liggur fyrir gefa merki. Það er samhljóða. Það
Það er liður 6.4, aðstafa fyrir leikfélag Fljótsdalshéraðs, því sem er samþykki tillögunni gefið merki. Samhljóða. Og það er liður 6.5, hringleiðin Egilsstaðir, Jökuldalur, Kárahnjúkar, Fljótsdalur, Egilsstaðir, því sem er samþykki tillögunni sem liggur fyrir gefið merki. Það er samhljóða. Ég vek athygli á því á liður 6.7 umsókn um menningarstyrk, þar er afgreiðsla atvinnum og menningarnefndar staðfest. Við höfum afgreitt á þennan 7. lið og göngum til 7. sem er 59. fundur íþrótta- og tómstundanefndar. Og það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerðina. Forseti, góðir fundamenn. Ég ætla að fara hérna yfir fundargerð íþrótt- og tómstundanefndar númer 59. Fundargerðin er í 4 liðum og það er einn tekin út, það er liður 7.1. Það er reglur hreyfi- og heilsueflingarstyrk fyrir starfsfólk Fljótsdalshéraðs. Fyrir liggja breytingar á reglum hreyfi- og heilsueflingarstyrk fyrir starfsfólk Fljótsdalshéraðs. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Að tillögu íþrótt- og tómstundanefndar samþykki bæjarstjórn fyrirliggjandi breytingar á reglum hreyfi- og heilsueflingarstyrk fyrir starfsfólk Fljótsdalshéraðs. Þetta er eini liðurinn sem er tekin út og hér með fundargerðin lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi í loki máli sinni og orðið er laust efni fundargerðarinnar. Það verður engin hvað sér ljós, þá loka ég mælendaskrá og göngu til afgreiðslu og þar er liður 7.1 sem eru reglur hreyfi- og heilsueflingarstyrk fyrir starfsfólk Fljótsdalshéraðs sem eru samþykki tillögun sem liggur fyrir gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og ég vek athygli á að liður 7 þar er afgreiðsla íþrótta- og tómstundanefndar staðfest. Þá höfum við afgreitt þennan 7. lið og göngum til þess 8. sem er 16. fundur náttúruverndarnefndar og það er Guðfinna Harpa Árnadóttir varabæjarfulltrúi sem kynnir fundargerðina og drögabókunum. Forseti, gott fundafólk. Eins og forseti kom fyrir inn á þá ætla ég að kynna 16. fundargerð náttúruverndarnefndar. Fundargerðin er í 10 liðum og það er að vera 4 liðir teknir út. Sá fyrsti þeirra er liður 8.2 sem er fundargerð starfshóps úthéraðsverkefni. Á fundi náttúruverndarnefndar var rætt útmörk þess svæðis sem unnið verður með í úthéraðsverkefninu. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með náttúruverndarnefnd og telur að skynsamlegt sé að halda áherslu verkefnisins fyrst og fremst á votlendissvæði yst á héraði, auk fjalllendis, austan og norðan megin héraðs og út á Annes. Fundargerð starfshópsins er lögð fram til kynningar öðru leyti. Síðan er það liður 8.4 sem er stórir til framtíðar, ástandsúttekt og framtíðarsýn og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir bókun náttúruverndarnefndar og lýsir yfir ánægju sinni með skýrslur landvarða og þá vinnu sem unnin hefur verið. Einnig tekur bæjarstjórn undir með nefndinni og leggur áherslu á að framhald verði á verkefninu. Þá er það liður 8.5 sem er fundur Fljótsdalsstöðvar og Fljótsdalshéraðs 2019. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með náttúruverndarnefnd og telur ástæðu til að hafa áhyggjur af landbroti á Víðum og Víðihólmum sem er svæði á náttúruminjaskrá. Einnig sé ástæða til að skoða verði hvort landbrot á sér stað á bökkum Lagarfljóts í Húsey sem einnig eru náttúruminjaskrá. Bæjarstjórn beinir því til Landsvirkjunar að horft verði sérstaklega til að vernda svæði á náttúruminjaskrá fyrir landbroti sem til er komið vegna aukins vatnsmagns í Lagarfljóti eftir virkjanaframkvæmdir við Kárahnjúka. Að síðustu er það svo liður 8.7 sem er ársfundur Umhverfisstofnunar, náttúruverndarnefndar sveitarfélaga og forstöðumanna náttúrustofa. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með náttúruverndarnefnd og vill fyrir hönd Fljótsdalshéraðs þakka Umhverfisstofnun og öllum fundargestum fyrir komuna og lýsir yfir ánægju með efni fundarins og þær umræður sem þar fóru fram. Fundargerðin er að öðru leyti lögð fram til umræðu og afgreiðslu en ekki fleiri liður eru teknir út. Guðfinna Harpa Árnadóttir varabæjarfulltrúi hefur lokið máli sinni og orðið er laust efni þessarar fundargerðar. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi gjörðu svo vel.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, aðrir fundarmenn. Ég hef nú tamið mér það að koma upp þegar kemur fundargerð frá náttúruverndarnefnd og hrósa náttúruverndarnefnd. Formaður hennar er nú því miður ekki hér í dag til að taka við hrósinu og kannski getur enginn svara spurningunni. Ég ætla nefnilega að ræða lið 8.5 þessar áhyggjur af landbroti vegna aukins vatnsmagns í Lagarfljóti. Ég er aðeins að velta því fyrir mér hvernig menn sjá framvindu málsins fyrir sér. Hér segir einnig sé ástæða til að skoða verði hvort landbrot á sér stað á bökkum Lagarfljóts í Húsey sem einnig er á náttúruminjaskrá. Kannski veit bæjarstjóri þetta eða forseti en hver á að skoða það? Erum við að beina því til einhver sérstaks aðila eða er það ætlum við að gera það eða er það Landsvirkjun sem ætlar að gera það? Mér allavega finnst einhvern veginn kannski rétt að skýra hver nákvæmlega ætlar að taka þetta verkefni að sér eða við sjáum fyrir okkur að taka þetta verkefni að sér. Einnig finnst mér kannski vert að velta því fyrir sig þegar við segjum að við beinum því til Landsvirkjunar að horft verði sérstaklega til að vernda svæði og náttúruminjaskrá. Ætlumst við til þess að þeir komi til fundar við okkur með einhverja tillögur það hvernig þeir ætla að gera það eða sendum við þetta bara svona frá okkur? Er sem sagt hugsuð einhver eftirfylgni með þessu máli? Það er kannski það sem ég er að reyna að segja. Og ég veit ekki hvort það er nokkur, ég held að sé enginn hér úr náttúruverndarnefnd en það er, ég varpa hér þessu fram. Já. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Guðfinna Harpa Árnadóttir, varabæjarfulltrúi, hversu vel? Já, forseti, gott fundafólk, nú tala ég alveg án ábyrgðar. En varðandi fyrirspurn landbrot og skoðun á landbroti, þá held ég að það hljóti að vera algjörlega klárt að þar myndum við leita til landgræðslunnar. Því að landbrotsmál eiga heima þar og landgræðslan ætti að hafa eftirlit með landbroti á þessu svæði eins og annars staðar. En ég veit ekki á hvaða nótum þetta var rætt í náttúruverndarnefnd og það er bara svona það sem að mér myndi finnast eðlilegt ferli í málinu. Varðandi að beina til Landsvirkjunar, þar hef ég hins vegar engin svör hvernig við ætlum okkur að fylgja því eftir en ég held að það sé mjög brýnt að það sé gert og kannski alveg líka spurning hvort við eigum að taka hana kveða fastar til máls. Takk fyrir. Guðfinna Harpa Árnadóttir, varabæjarfulltrúi, lokið máli sínu og svara fyrir spurn og Björn Ingimarsson, bæjarstjóri, hversu vel? Forseti og gott fundafólk. Það er liður 8.5. Ég lít nú svo á að þessu vísu við til samstarfsnefndar Fljótsdalshéraðs og Landsvirkjunar sem að þetta verður þá okkar að fylgja málinu eftir þar. Þar eru þá fulltrúar Landsvirkjunar sem að funda þá reglulega með okkur og það er einmitt að koma að slíkum fundi og það er bara gott að fá þetta akkurat á þessum tímamóti og þar verður þetta tekið upp. En ég veit að ef ég man rétt þá hefur verið unnin á þessu einhver greining og það er ágætt að láta dusta ríkið af henni og einmitt að hafa í rauninni þessar hugmyndi varðandi landgræðsluna inn í þeirri umræðu. Ég vil bara koma þessu framfæri. Takk. Björn Ingimarsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu og Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, gerðu svo vel. Forseti, það er í bæjarfulltrúi, ég þakka svörin. Ég velti því fyrir mig hvort við ættum þá ekki hreinlega að bæta þarna við þar sem segir einnig sé ástæði til að skoða verði hvort landbrot á sér stað á bökkum Lagarfljóts í Húsey sem einnig er á náttúruminjaskrá og er því beint til landgræðslunnar. Eða tel ég að það sé óþarfi? Já, hver ætlar að borga fyrir það? En mér finnst kannski skrítið að setja þetta bara svona út í loftið ef við ætlum okkur ekki að fylgja því eftir. Það er svolítið þannig
Já, landgræðslan væntanlega ætti að bera ábyrgð á því að skoða þetta en ég legg það hér með til að við bætum þessum orðum við þarna sem einnig á náttúruminjaskrá, þar verði ekki punktur heldur og því beint til landgræðslunar. Síðan velti ég fyrir mig hvort í lokin þarna við eigum að bæta við setningum það að við óskum eftir því að verða upplýst þau áform sem sagt þetta hljómar bæjarstjórnin beinir því til Landsvirkjunar og horft verði sérstaklega til að vernda svæði og náttúruminjaskrá fyrir landbroti sem til komið vegna aukins vatnsmagns í Lagarfljóti eftir virkjunarframkvæmdir við Kárahnjúka. Bæjarstjórn óskar eftir að verða upplýst áform Landsvirkjunar í þeim efnum eða eitthvað slíkt. En ég legg þetta til. Já, Björn Björnsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Björn Ingimarsson bæjarstjóri gjörðu. Forseti og gott fundarfólk. Ég get alveg tekið undir það. Við getum beint þessu til landgræðslunnar að þetta verði skoðað. En varðandi hinn þáttinn, þá liggur fyrir og hefur verið send okkur upplýsingar þetta aðgerðaplan sem að Landsvirkjun með. Já. Þannig að en það sem að við munum náttúrulega ræða á þá næsta fundi samstarfsnefndar, þá eru þessar áherslur og spurning hvort að þarna eitthvað sem þarf að taka til endurskoðunar. Ég held í sjálf og sér að það sé óþarfi að bæta þessu við. Já, ég held að það sé bara góðuleg. Björn Ingimarsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu. Og til kannski þess. Þá það 9. liður á dagskrá og það félagsmálanefnd. Nú fyrir. Æst hérna. Anna Alexandersdóttir, bæjarfulltrúi gjörðu svo vel. Drífið af. Forseti og góðu fundamenn, ég kannski búið að ræða nóg. En það áfram liður 8.5, eða ekki? Mér langar kannski bara að vekja athygli fundamanna á að það fylgiskjal í fundagerðinni sem minnisblað frá Landsvirkjun og þar er tillaga eftirfarandi röð framkvæmd á næstu árum og það frá 2020 til 2024 og það sem tiltekið hvað þeir leggja til að sé gert á hverju ári. Ég hef setið þennan fund samstarfsvettvangs Landsvirkjunar og Fljótsdalshéraðs og þar hefur við mitt farið yfir það sem hefur verið gert og vel tekist til og þar hafa þeir líka lagt upp. Þetta það sem við fyrirhugum að gera það vilja menn skoða einhverja breytingar á því á þess aftar. Þannig að Húsey ekki þarna inná. Þetta Hóll og Ekra og 21 Skriðuklaustur og 22 neðan brúar á Egilsstöðum, 23 Rangá og Víðivellir ytri og þetta eru bakkavarnir þar og víðar og svo Geirastaðir. Og þarna tekið fram með hversu langar, hversu margir metra þetta í bakkavörn og annað. Þannig að já, ég held að sé alveg tilvalið að fara að kalla saman fund þessa hóps og fara yfir þessi mál. En allavega þá liggur þetta fyrir þarna í þessu minnisblaði. Þetta seinna blaðið. Takk fyrir. Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Orðið að þá hlust. Ef ekki hafa ekki fleiri hvart sér hljóðs, þá meðlitarskrá lokað og við göngum til afgreiðslu. Tökum við ekki bara breytingar til, tökum við þetta ekki bara í röð.
Byrjum á lið 8.2. Þeir sem eru samþykkir tillögunni sem liggur fyrir, það er fundargerð starfshóps úthéraðsverkefni. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Og það er liður 8.4, stórur til framtíðar, ástandsúttekt og framtíðarsýn. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Og það er liður 8.5 og þar er breytingartillaga eða viðbót við, og ég ætla nú ekki að lesa þetta allt, bara þarna þá er setning sem er þarna inn í miðju, einnig sé ástæða til að skoða verði hvort landbrot á sér stað á bökkum Lagarfljóts í húsi sem einnig er á náttúruminjaskrá og er því beint til landgræðslunnar. Já. Og svo er bara restin af tillögunni bara eins að það er bara punktur þarna eftir virkjunarframkvæmdir við Kárahnjúka. Þeir sem eru samþykkir tillögunni með þessu breytta orðalagi, þessari viðbót eins og skilmerki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 8.7 sem er ársfundur Umhverfisstofnunar, Náttúruverndar, sveitarfélaga og forstöðumanna Náttúrustofa. Þeir sem eru samþykkir tillögun sem liggur fyrir gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Já, aðri liðir eru ýmislegt fram eða í vinnslu, þannig að við höfum lokið yfirferð yfir þessa fundargerð og afgreitt hana. Og þá er það 9. liður dagskrár sem er félagsmálanefnd. Og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn. Það er félagsmálanefnd. Það er fundargerð nr. 180 og fundurinn var haldinn 27. janúar síðastliðinn. Fundargerðin er í 8 liðum og það eru 2 liðir teknir út. Það er liður 9.3. Samvinna eftir skilnað, SES félagsleg ráðgjöf. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með félagsmálanefnd og samþykkir að ganga til samstarfs og samninga við félags- og barnamálaráðuneytið ásamt dómsmálaráðuneytinu forvarnastarf í þágu barna og fjölskyldna í skilnaðarferli. Verklagi er í samhljóman við yfirlýsta stefnu og markmið félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs hvað varðar bætta stöðu barna með snemmtækri íhlutun og forvarnastarfi. Það er sem tilraunaverkefni og sem er að fara af stað. Þetta er, það er að gera samningur við Danina. Danir hafa tekið upp þetta verklag og mér segja þeim það breyttu þeir löggjöfinni frá veldi 1. apríl síðastliðnum og það er bara núna fyrir fólk sem mætir og sækir skilnað borð og sæng, því er skylt að taka svona námskeið. Það getur ekki sótt lögskilnað fyrr en það er búið að sýna fram á það að það er búið að fara í gegnum þetta ferli. Það fær afhentan lykil sem er aðgangur af vef, þetta er sérst vefnámskeið og það fær lykil og það þarf að svara einhverjum spurningum og þess aftar, þannig að það er sýnilegt að fólkið hefur farið í gegnum þetta og einnig er þeim sem geta þau sótt ráðgjöf hjá félagsráðgjöfum, hjá sveitarfélögunum og þetta er allt gert með því að einmitt bæta stöðu og við erum að snæma taka íhlutun þetta fyrir börnin og það eru mál, barnaverndarmál sem geta verið mjög erfið og flókin þegar foreldrar eru ekki samstíga. Hér á Íslandi þá er náttúrulega ekki búið að breyta sér löggjöf, þetta verður ekki skylda en sýslumenninni taka þátt í þessu líka og beina þeim foreldrum sem koma og sækja skilnað að borð og sæng. Þeir verða held ég líka með þessa lykla á eftir að klára, ég held að verði þannig að beina þeim í að taka þetta námskeið. Það er verið að vinna á fullu að klára að þýða þetta og koma þessu yfir í íslensku og það eru 2 sveitarfélög, Hafnarfjarðarbær er búin að skrifa undir
það verður bara líklega í næstu viku sem Fljótsdalshéraði skrifa undir. Það var hugmynd að þetta yrðu jafnvel 3 en ég veit ekki alveg hvort að það verði, en það verða þá allavega þessi 2 fyrir árið 2020. Og þetta bara mjög spennandi, það bara mjög frábært að Fljótsdalshéraði með, bara mjög flott og það sé verið að horfa til þess hvernig vinnulag við höfum í forvarnastarfi fyrir börn, þannig að það nú held ég stór ástæða fyrir því Austurlandslíkanið og breytt vinnulag hér sem verður til þess að við erum valin til að vera þátttakendur í þessu verkefni. Og eins og kom fram í fundargerðinni hjá félagsmálanefnd, þá bara fellur þetta inn að það er engin auka kostnaður á þessu tilraunaári. Þetta er kostað að ráðuneytunum, alla þýðingar, námskeiðin fyrir starfsmenn og þess aftar. Þannig að þetta er kannski einhver auka vinna eins og alltaf þegar menn byrja með nýtt vinnulag og byrja í forvarnastarfi en annars á þetta rúmast innan fjárhagsáætlunar. Það er liður 9.6 sem er erindi einstaklinga frá bæjarstjórnarbekk. Í félagsmálanefnd var tekið fyrir erindi að bæjarstjórnarbekk þess efnis að afsláttarviðmið fasteignaskatts fyrir tekjulága elli- og örorkulífeyrisþega væru of lág. Er að ræða heimild í tekjustofnalögum sem hver sveitarfélag getur nýtt samkvæmt sérstökum samþykktum reglum þar og skal hver sveitarstjórn árlega ákveða þau tekjuviðmið og hámarksafslátt sem gildir viðkomandi ár. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með félagsmálanefnd og bendir á að ákvörðun breytingar á viðmiðunarmörkum er tekin árlega samhliða fjárhagsáætlunargerð og hefur því verið samþykkt fyrir árið 2020. Það er ekki fleira í þessari fundargerð tekið út og hún er lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið í lausnin þessu lið. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Það er kannski svo langt síðan að bæjarstjórnarfundur, mér er ógurlega mikið mál að tala, því verið bara að þola það. Mér langaði að ræða hér 2 liði, fyrst 9.3 og ég vil bara taka undir öll orð forseta það hversu ánægilegt það er að við skulum hafa, í raun og veru kannski svolítið orðið fyrir valinu á því að taka þátt í þessu tilraunaverkefni. Mér finnst þetta algjörlega frábært verkefni. Og mér finnst það frábært af því það setur börnin í fókus og ég hlustaði á dæmalaust gott viðtal við Gyðu Hjartardóttur og aðra konu sem ég man ekki hvað hét í útvarpi. Í upphæfi vikunnar þar sem þær voru að lýsa þessu verkefni og mér finnst eiginlega ótrúlegt kannski að við höfum ekki bara verið farin að gera þetta fyrir lífandislöngu því að við vitum það að það getur verið mjög erfitt ef að foreldrar sem eru að skilja eru mjög ósammála og það kemur auðvitað fyrst og síðast niður á börnunum og þarna eins og hún orðaði svo vel Gyða, þarna erum við eða það kann ekki góðri lukka stýra en við ætlum að setja fókus á ágreiningin en ekki á það sem skiptir máli í þessu það að börnin komi heil út úr skilnaðinu. Mér fannst líka sérlega ánægilegt að hugsa til þess að við varum hér að verða fyrir valinu út af henni yfirvofandi sameiningu því að væntanlega mun þetta gilda í sveitarfélaginu öllu og það kom einmitt fram í máli náttúrulega bæði forseta en líka í máli Gyðu þarna í útvarpsviðtalinu að þarna er verið svo mikið að bjóða upp á rafrænar lausnir og það er svo mikilvægt fyrir okkur í þessu stóra víðfeðma sveitarfélagi að geta boðið upp á rafræna aðstoð í þessum erfiðu málum. Þannig að mér finnst þetta frábært og bara get ekki beðið eftir að Björn skrifa undir. Allt svo háttvirtur bæjarstjóri. Mér langaði aðeins því bara eins og ég segi það langt síðan hefur verið bæjarstjórnarfundur og mér er mikið mál. Liður 9.6. Þar er tillagan sú að bæjarstjórn taki undir með félagsmálanefnd. Það sem að ég sakna pínulítið úr þessari afgreiðslu er
afstaða til erindisins. Erindið þess efnis, hvort að þessi, eða álit þess sem ber fram erindið að afsláttarviðmiðin séu of lág. Og okkar svar það búið að afgreiða þetta fyrir árið 2020, sem per se alveg 100% rétt. En hvað finnst okkur? Hverju ætlum við að svara erindinu? Ekki bara því að þessi búið að ákveða þetta, en hvert svarið okkar? Finnst okkur þessi viðmið vera of lág? Og viljum við taka þetta til endurskoðunar fyrir næstu fjárhagsáætlanagerð eða eitthvað slíkt? Ég alveg út á þekju? Eða þið ekki sammála? Þarna segjum við bara hvert verklagið en erindið það verið að segja að þetta of lágt. Hvað finnst okkur, bæjarstjórninni? Annað en það hvernig við ákveðum þetta. Ég hefði svona haft áhuga á því að við kannski bættum við einhverju setningu það að þetta verði sérstaklega tekið til skoðunar við næstu gerð fjárhagsáætlunar eða eitthvað slíkt. Þannig að menn fái nú ekki bara upplýsingur það hvernig þetta unnið, heldur að það sé einhver afstaða til erindisins. En kannski, eins og ég segi, ég bara óðamála. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Anna Alexandersdóttir, bæjarfulltrúi, hefur svo vel. Forseti og góðir fundamenn. Aðeins liði 9.6. Það svo að svona afsláttarviðmið, gjaldskrár og annað eru alltaf tekin upp við hverja fjárhagsáætlunarvinnu. Þannig að það bara það sem gert þegar verið að vinna fjárhagsáætlunina, þá farið yfir þetta, hvað sem bæði gjaldskrár og þetta. Við ræddum þetta talsvert á fundinum og hvað væri þetta lágt og mætti hækka þessa viðmiðun og tölu. En okkur fannst bara það, við værum ekki að fara að breyta því núna. Þannig að og ræddum þetta náttúrulega, þetta tekið þá bara aftur fyrir í haust þegar fjárhagsáætlunarvinnan verður í gerð fjárhagsáætlunarvinnuna fyrir 2021. En hvort sem við viljum bæta því við að þetta verður tekið upp samhliða, en það allavega gert. En aðeins varðandi lið 9.3, þá náttúrulega þetta vinnulag náttúrulega á við, þetta hjá félagsmálanefndinni sem sameiginleg nú þegar fyrir allt svæði. Þannig að og Gyða náttúrulega, hún kom á fundin til okkar og fór yfir, var með kynningu fyrir okkur og sem var mjög góð og það voru allir spenntir fyrir þessu og bara svona upp með sér að ég held að félagsmálastjórinn hafi átt einhvern þátt í því að við vorum valin. Þannig að það sé sagt. En hvort sem aftur hoppa ég yfir í 9.6, hvort sem bókunni stendur svona eða verður vísað til vinnu við fjárhagsáætlunargerð, kannski það bara skýra það geta allir sem vita að þetta verður alltaf tekið upp, tekið upp árlega sko. Þannig að það bara og að gera tillögu að þennir breytingu. Heyrðu, ekki fleiri bíli, takk. Anna Alexandersdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Björg Björnsdóttir, hefur svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég held kannski að það væri gott líka því að það verður væntanlega allt önnur nefnd og sem verður í þessari vinnu og ég veit ekki með ykkur en þegar ég tók við sem bæjarfulltrúi þá las ég ekki alveg allar fundargerðir fyrir nefnda áður en ég gekk inn í mína nefnd. Þannig að kannski einhvern veginn ágætt að reyna
að tryggja það að þetta sjónarmið eða þessi skoðun rati inn til næstu nefndar þannig að menn taki þetta þá grundigt til umræðu og menn hafi þá þær upplýsingar að það séu þeir sem áliti að þetta sé of lágt. En já, auðvitað eru allar fjárhagsáætlanir, þá eru allt undir, en mér finnst einhvern veginn kannski að sá aðili sem að bar þetta fram, hann kannski, það sé kannski betra fyrir hann, betri afgreiðsla fyrir hann að vita að við höfum svona lagt áherslu á það að þetta erindi bærist inn til næstu nefndar, af því að það verður væntanlega ekki sama fólk og nú nema, kannski að hluta til, maður veit aldrei. En sko viðbóta setningin, ef ég reyna að hnoða henni saman, gæti verið erindinu vísað til hvað segir það? Bæjarstjórn vísar erindinu. Já, eða bæjarstjórn vísar erindinu til fjárhagsáætlunargerðar næstu fræðslunefndar. Eða eitthvað slíkt. Félagsmálanefndar, já. Já, hvað sagði ég? Fræðslu. Eða bara fyrir 21. Já, fyrir, já. Fjárhagsáætlunarvindu 2021. Ég mikið að Stefán að reyna að taka þetta með. Bæjarstjórn vísar erindinu til fjárhagsáætlunar. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, við lokið máli sínu. Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi, Björnsdóttir. Forseti, góðir fundarmenn. Mér langar bara að fagna þessu líka í varðandi lið 9-3. Sem sagt, þegar skilnaður á sér stað, þá er þetta bara rosalega erfitt fyrir báða aðila og börnin. Og ég fagna þessu forvarnastarfi og við höldum bara áfram þeirri línu sem við erum búin að taka með því forvarnastarfi sem við höfum, snembúnu inngreipi. En mér langar að taka annan svona anga líka. Að það þarf ekki alltaf skilnað til að börnum líði illa. Og mitt svona, ég hef nú verið skólahjúkrunarfræðingur og sinnt svona viðtölum, það maður svona að reyna að vera til gagns. Og þau bara heilmikið til gagns og það er oft erfitt að fá sálfræðinga og mitt svona hugarfóstur sem ég vona verði eitthvað tímann að staða skólahjúkrunarfræðinga verði aukin og það verði gert meira að verði settur meiri tími í viðtöl að börn geti leita til hjúkrunarfræðinga og þegar maður veit það þarf ekki að vera mikið og þau bara leita til manns eitthvað lítilræði og maður getur hjálpað til og það verður ekki að einhverjum svona, eins og ég segi, einhverjum vanlíðan hjá þeim eða maður getur kannski hjálpað með að leysa svona hluti sem ekkert voðalega stórveigilegir en gætu annars orðið það. Þannig að ég held að því að það verður að hugsa svona geðheilsu bara Íslendinga almennt og verður settir miklir fjármunir í sálfræðikostnað og það hverfur alltaf að við temjum bara börnum að leita til skólahjúkrunarfræðingsins sama hversu lítilvægt það eða mikið eða hvað sem það að þegar við erum orðin eldri þá getum við bara leitað á heilsugæslu í ódýrt úrræði til hjúkrunarfræðings. Ég held að þetta sé bara lausnin á því. En þetta enn eitt starfið, skrefið í því að vinna með börn og foreldra og þetta skilnaður, þetta áfall og við getum bara unnið sem fyrst með það. Þannig að mér finnst þetta bara frábært og fagna þessu. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki, þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu þessara liða. Mér langar kannski að vekja athygli á að textanum sem neðst í þessari fundargerð að liður 4 í fundargerðinni, hann birtist ekki. Það liður sem var trúnaðarmál og fært í trúnaðarmálabók en birtist ekki í þessari fundargerð. En þá er það liður 9-3 sem samin eftir skilnað og þeir sem eru samþykkir tillögum sem líka fyrir að gefa merki.
það er samhljóða. Og það er liður 9.6 sem er erindi einstaklinga frá bæjarstjórnarbekk, þeir sem er samþykki tillögunni. Já, breyttri, þar sem er bætt við í lokin bæjarstjórn vísar bæjarstjórn vísar erindinu til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021. Þeir sem er samþykki tillögunni, þannig breytti, gefur merki. Það er samhljóða. Já, annað í þessari fundargerð er í vinnslu og einn liður lagður fram til kynningar, þannig að við höfum bara afgreitt þennan 9. lið og dagskráin tæmt. Þannig að við rjúfum hér með útsendingu en við slítum ekki fundi fyrir en við höfum lokið við að undirrita fundargerð.